Þú ert að hlusta á síðara Korintubréf úr Biblíunni, heilagri ritningu. Lesari er Arnar Jónsson. Síðara Korintubréf er hluti af Nýja testamentinu. Biblíuþýðingin sem lesin kom fyrst út á prenti árið 2007. Síðara bréf Páls til Kórinthumanna, 1. kafli. Kveðja. Páll, að Guðs vilja apostuli Krists Jesú og Tímóteus, bróðir okkar, heilsasöfnuði Guðs, sem í Kórinthu ásamt öllum heilögum í gervallri Akkeu. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Lofaður sé Guð og faðir drottins vors Jesú Krists, faðir miskunnsemdana og Guð allrar huggunar, sem hughreistir mig í sérhverri þrenging minni, svo ég geti hughrist alla aðra í þrengingum þeirra á sama hátt og hann hughreistir mig. Eins og ég tek í ríkumæli þátt í þjáningum Krists, þannig uppörvar Kristur mig einnig í ríkumæli. En ef ég sæti þrengingum, þá er það til þess að þið öðlist kjark og frelsist, og ef ég er vongóður, þá er það til þess að þið verðið vongóð og öðlist kjark og kraft til þess að standast þær þjáningar sem ég einnig líð. Ég ber fullt traust til ykkar, því að ég veit að fyrst þið takið þátt í þjáningum mínum, hljótið þið og að taka þátt í trúarvissu minni. Ég vil ekki, bræður mínir og systur, að ykkur sé ókunnugt þrenging þá sem ég varð fyrir í Asíu. Ég var aðþrengdur langt megn fram, svo ég jafnvel örvænti lífið. Já, mér sýndi sjálfum að ég hefði þegar fengið minn dauðadóm. Því að mér átt að lærast að treysta ekki sjálfum mér, heldur Guði sem uppvekur hina dauðu. Úr slíkri dauðans hættu frelsaðan mig og mun frelsa mig. Til hans hef ég sett von mína að hann muni enn frelsa mig. Þið getið einnig hjálpað til þess með því að biðja fyrir mér. Þá munu margir taka undir þakkir til Guðs fyrir það sem hann hefur veitt mér. Ég hrósa mér af því að ég veit með sjálfum mér að líf mitt í heiminum og sérstaklega hjá ykkur hefur stjórnast af hreinskilni og einlægni sem kemur frá Guði, ekki af mannlegri speki, heldur hefur Guð sýnt mér náð. Ég skrifa ykkur ekki annað en það sem þið getið lesið og skilið. Sample complete. Ready to continue?